eldsnögt hérna með hljóðið að hljóðsignali á sig er bara svona í nokkuð góðu lagi. Það er svona svolítið svona óskráð regla með það að þegar þeir eru að exporta út svona podcastum eða svona vídeokynningum með annað, að við viljum að svona hljóðið sé svona eitthvað staðar hérna í kringum -6, -12, eitthvað að bánsa þar á milli, og þið geti verið að finna ykkur, þið sjáu hérna hljóðið hérna fyrir náttúrulega bara út allt ennilega, og við getum, þið sjáu hérna ef við hófum verið hérna yfir þessa línu, þá breytist bendillinn aðeins, ég get tósað svolítið niður hérna, þá er þetta svolítið lægra, við sjáum nánast ekkert signal komin, ég eiginlega tók þetta alveg niður. En það sem getur líka gert, þannig að verið sýnilegra, er að ég get hægri smellt hérna á og farið hérna í audio gain, og hérna get ég hækkað eða lækkað hérna styrkin á þessu bara ykkur tölu, þannig að til dæmis ef ég segjum bara gerum eitthvað ykt, ég gerir hérna -20 mínustala og gerir bara OK, þá sjáu þið audiofælinn minnka hérna, þannig að þá svona sjáu þið hvort það sé að virka eða ekki. Og sama ef ég myndi gera þetta of mikið, svona segjum bara, ég set bara 50 bara, þetta er þá plústala, og þá er þetta alveg sjáu, þetta er alveg í rugli, og þá í rauninni sjáum við hérna hljóðbarinn hérna. User experience designer Þetta viljum við alls ekki, viljum ekki fá rautt, því þá er hljóðið að sprengja í rauninni, distorta. Hins vegar, ég ætla ekki að vera lecture ykkur um hérna hljóð, en það er fljótleið fyrir eins og svona podcast og svona tal sem við getum notað, að það er, ef ég er með þetta vali hérna, þá fer ég einn af gluggunum hérna, sem er með hérna hliðinni. Einn heitir Lumetri Color, einn heitir Graphics, og svo er annar hérna sem heitir Essential Sound. Ég ætla að fara í hann, og hérna ætla ég að fara í Loudness, og ég ætla bara að gera Automatch hérna. Og ef ég smetla á þetta, þá ef þið fylgist með hérna hljóðfælinum hérna, ef ég smetla á hérna, sjá að það verður örlítið breyting á honum, hann svona, að jafna sig út, hann passa sig þá á að vera í svona réttu leveli, hann svona finnur besta levelið fyrir alla þessa klippu. Þannig að þetta er mjög þægilt fyrir ykkur að nota, bara Automatch fyrir hljóðið. Ég ætla bara að satt við þetta, en þið sjáuð ef ég spilda, hann er alltaf svona hérna og hann fer aldrei, þú veist, hann er aldrei að fara yfir núlliðina. Við viljum að hann sé alltaf rétt fyrir inn að það, þannig að svona, þannig að þetta er bara nokkuð flott.